Hæ, ég heiti Guðný. Í þessum tíma í dag ætlum við að nota rúllu. Við ætlum að taka Foamflex. Foamflex í rauninni svona sjálfnuddandi tími. Þar sem við erum að hugsa að losa svolítið upp spettavöðva, stífa og bara að láta okkur líða vel. Er ekki til í þetta? Við ætlum að byrja því að leggja rúlluna svona þvert yfir dýnuna og við ætlum að leggjast á rúlluna. Hryggurinn okkar liggur beint hérna eftir rúllunni. Passa að höfuðið fari ekki út fyrir, slökum vel á herðunum, þrýstum mjóbakinu vel niður, slökum algjörlega á, byrjum. Þetta getur verið óþægilegt, en við ætlum að reyna að slaka á og láta þetta ekki vera óþægilegt. Ef við erum stíf, þá allan daginn er þetta svolítið, tekur í, en reynum að slaka svolítið á, lófa þetta vísa upp. Við ætlum að draga djúpt nokkrum sinnum andan inn. Við ætlum að fá hendurna núna beint upp á brjóstkassanum. Við ætlum að siksæka loftið, hægri vinstri. Bara rólega. Losa svolítið upp herðar, háls og axlir. Bara rólega. Endum svo með hendurnar upp. Opnum hér í sundur. Kreistu rúlluna svolítið vel á milli herðablaðana og muna anda og slaka. Hægt er að gera aðra hendi í einu eða til skiptis eða báðar. Bara nokkrum sinnum. Svo leggjum við hendurna niður, fáum hægri fótinn upp. Grípum hann, höldum honum þétt hérna að okkur. Slökum bara vel á því, geti líka rétt úr fætunum. Halda bara í smá stund. Dreifum svo vinstri upp. Leggjum hægri niður, skiptum fót. Dreifum vinstri að. Léttum úr hægri. Og drögum hægri að og leggjum vinstri niður. Við ætlum að koma okkur af rúllinu núna. Þá röggum okkur bara létt til hliðar, ýtum rúllinu undan og komum okkur upp. Það sem við ætlum að byrja að gera, við ætlum að byrja að taka framanversta læri. Þannig við leggjum rúlluna beint fyrir framan okkur og leggjumst á hana alveg hérna upp að mjamakampi. Það er ágætt að skipta að lærunum niður í tvo hluta. Við byrjum frá miðju lærunum og förum upp. Rúllum þar hægt og rólega, höfum tættar í gólfi. Til þess að rugga okkur, við þurfum að spenna kviðinn. Komum hérna niður á olnboginn okkar, höldum okkur uppi þar, ruggum fram og aftur. Þetta gerum við cirka 5-8 sinnum fram og tilbaka. Höldum svo á miðjulærinu. Smörkum í rassinn, 3 til 5 sinnum, hægt er að gera báðum megin. Gerum núna vinstra megin. Svo færum við okkur aðeins framar, förum frá miðjulæri niður í átt að hnjám, förum aldrei yfir hnén. Erum að enda svona rétt fyrir ofan hnén okkar. Það er hægt að gera annan fótinn í einu. En við þurfum bara að finna svolítið og hlusta svolítið á líkamann okkar. Hvar við erum stödd. Er þetta of mikið? Er þetta of lítið? Ef við ætlum að taka annan fótinn í einu, þá krossleggjum við bara hér yfir og rúllum hér fram og tilbaka. Við ætlum að fara alveg hérna upp aftur og við ætlum að taka fyrir vöðvan hérna, TFL köllum við hann. Aðeins, þá þurfum við að vinda aðeins upp á líkamann. Við förum á þessa staði. Þannig við höllum okkur aðeins yfir til vinstri
Setjum þungan meira yfir þar. Bara létt. Ekki stór vöðvi. Já, geta taka þá líka. 3, 5, jafnvel 6, 8 sinnum. Finna svolítið hvað líkaminn leyfir. Skiptu svo yfir hinum megin. Og glæsilegt. Við ætlum núna að leggjast á hliðina á okkar vinstri hlið. Við ætlum að taka ytjabandi sem er hérna á hliðinni. Koma niður á olnboga. Ýta rúllinu svolítið niður á mitt lærið. Hægt að gera þessa líka á 2 vegu. Ef þetta er of mikið, við erum með báða fætur í einu, þá setjum við annan fótinn fyrir framan til þess að létta á álaginu. Bara rólega. Fimm til 8 sinnum. Má miða líka við 20 til 30 sekúndur. Bara rólega. Og það er ágætt að finna hérna eitt góðan punkt á miðju lærinu. Þá spörkum við hér í rassinn, cirka 5 sinnum. Og rúllum svo aðeins yfir aftur. Glæsilegt, nú færum við okkur yfir á hinn fótinn. Ytjabandið hinum megin. Eins og ég segi, þið getur notað báðar. Rúlla hér upp og niður. Ef það er frá mikið, þá setjum við annan fótinn fyrir framan. Bara rólega. Upp og niður. Eins og ég segi, þið getur skipt fætinum niður í helminga. Byrjið bara frá miðju og farið upp. Finna punktinn hérna á miðju. Og sparka. Og höldum svo áfram niður. Og glæsilegt. Allir í góðu? Gott. Nú erum við búin að taka framavert, utanvert. Nú ætlum við að fara á rassinn. Setjumst bara yfir á rúlluna. Finnum fyrir setbeinunum okkar þegar við setjum á rúllunni. Ætlum að fara aðeins fram fyrir setbeinin. Halla okkur svolítið yfir til hægri. Krossleggjum hægri fót yfir vinstri. Höldum í hægra hnið. Og við förum hérna vel yfir rassvöðvan. Leið og við gerum þessa hérna, því að krossa yfir, þá förum við dýpra. Bara rólega, upp og niður. Og þá má líka hafa fótinn hérna fyrir framan, ef þetta er vesen að hafa hérna krosslagðan fót fyrir ofan. Gerum nákvæmlega hinum megin, krossleggjum yfir, ruggum fram og aftur, tófa svolítið í hnið, þess að opna betur. Bara rólega. Ef það eru einhverjir punktar sem eru verri en aðrir, þá er ágætt að staldra bara aðeins við, halda á þeim punkti, anda, finna það að hann gefur aðeins eftir og þá er alltaf að halda aðeins áfram. Það
eru punktar út allan líkama. Þeir eru misgóðir, þannig við þurfum að fara svolítið, fara varlega og hlusta. Líkaminn lætur okkur alveg vita. Og slaka gott. Tökum við aftanversta lærin. Bæði læri einu. Passu ykkur því eftir að finna fyrir líka, þetta tekur svolítið í axlirnar okkar og hendurnar að halda okkur uppi. Hérna getum við líka krosslagt hér yfir og unnið með annar fótinn í einu. Ef það er aðeins að býta vel í, þá erum við bara með báðafætur. Það er ekkert stress. Bara rólega. Aldrei að fara yfir liðamótin. Aldrei yfir hné, yfir ökla. Bara að. Og það er ágætt að vinda eins upp á líkamann. Það er lítið. Aðeins. Og slaka gott. Færum okkur á kálfa. Kálfarnir eru alltaf mjög stífir. Það sem við viljum að gera núna, við erum fylgjast út með hásinu okkar, við erum ekki að leggja rúlluna beint á hásinu, heldur örlítið fyrir ofan. Byrjum á hægra fæti, bara rólega. Ég krosslegg alltaf fyrir mittliði fæturnar, en það er líka hægt að vera með annan ef þetta er of mikið. Krossleggin hér, byrjum bara að rugga til hægri vinstri. Mikið læti, bara rólega. Þrýsta svolítið vel niður í rúlluna. Og svo er ágætt að fara hérna í nokkra hringi. Bara létt. Svo skiptum átt. Gott, færi rúlluna svo aðeins meir upp á kálfann, svona cirka miðjan kálfann. Höldum ennþá krosslega fótum hér. Og við erum bara að rugga. Bara að rugga eða rétt svona nudda í rúlluna. Þrýsta vel í rúlluna. Bara rólega. Hérna gerum við mjög svipað. Við ætlum að kreppa og rétta. Kreppa og rétta. Passa við séum svo ekki komin of hátt með rúlluna. Þá finnum við mjög lítið fyrir. Bara rólega upp og niður. Við erum ekki ennþá farin að rúlla. Við erum bara rétt að mýkja upp. Ok, svo ætlum við að rúlla við kálfann. Og hérna er líka að gera vinda upp á kálfann er tvö höfuð. Þetta er maður að ná svolítið vel utanvert og innanvert. Og slaka. Við ætlum að skipta fót. Byrjum framar, munum við ekki á hásinu, heldur örlítið fyrir ofan. Byrjum bara hér aðeins að rugga. Svo ætlum við að snúa í hringi. Þið takið eitthvað tíma í þetta. Númer 1 og 2 ekki flýta ykkur. Líkaminn þarf tíma til þess að gefa eftir. Það er bara staðreynd. Og ef staður er verri en annar, fara varlega. Og rólega. Færum svo aðeins upp á kálfann. Nákvæmlega hér, rugga fram og tilbaka, bara rólega. Og halda hér, það er beygja og rétta. Og svo rúllum við aðeins yfir. Muna snúa. Vinda fætina svolítið.
Og glæsilegt. Við ætlum að færa okkur núna innanverðan, hvað maður segja, kálfann sköflunginn. Það svolítið fengi. Komum upp á rúlluna. Við þurfum að mynda svona hálfgert, setja fótinn í svolítið svona 7. Þannig að við keyrum fótinn vel undir, setjum hendurnar til framan. Passa að við snúum ökklana svolítið, þannig að við náum svolítið vel á sköflunginn okkar. Og rúllum, bara þrýsta vel, hendurnar eru fyrir framan rúlluna. Og þrýsta vel. Ekki yfir hnéð, að hnéð, aldrei yfir liðamót. Ef það er ekkert að frétta hér, stundum þurfum við harðari rúllu, stundum þurfum við mýkri rúllu, þá bara nota hendur og þrýsta. Til þess að meiri þrýsting. Íta bara varlega, ekki á fast. Og glæsilegt. Skiptum við fót. Muna, búa til. Svona hálfgert 7. Hendur fyrir framan og þrýsta rólega. Hérna getum við líka leikið okkur aðeins að reyna að snúa svolítið upp á fótinn þannig að við náum vel á sköflunginn, eða fyrir utan sköflunginn svolítið. Ekki á beinið, heldur á vöðva. Og við getum þrýst. Við ætlum að færa okkur nú innan við lærin. Þá þurfum við að snúa rúllunni svona, en við þurfum að láta vísa örlítið út. Við leggjumst á kviðinn, drögum fótinn svolítið hér upp, passa vel að við byrjum svolítið inn að nára. Ítum svolítið vel hérna niður, bara stutt, cirka að miðju, ekki mikið lengra. Bara rólega, lítið í einu, þrýsta vel niður. Svo færum okkur örlítið utar. Bara rólega. Svo 5, 8, 10, við þurfum að finna svolítið sjálf. Lítið lengra, ekki samt yfir. Halda hér, cirka á miðju, hérna er ágætt að beygja og rétta líka. 3-5 sinnum. Bara rólega. Halda svo rólega, þrýsta niður. Það er oft aumt hérna í kringum hné, þannig að það skuli algjörlega fara varlega. Svona ágætt alltaf að ljúka að fara svona gott rúlli yfir allt svæðið. Ok, við erum að skipta yfir hinn megin. Byrja svolítið vel innanvert. Þrýsta vel hérna niður. Bara stutt í einu. Aðeins lengur út. Hérna svo svæði hérna á miðjunni. Það eru góði punktar hérna á vöðvanum okkar. Kallaði krikkapunktar. Halda þar. Og gott. Hínu getið í viðbót.
Það sem við ætlum að gera núna, ekki mikið eftir, við ætlum að fara á bakið. Við ætlum að byrja að fara svolítið á mjóbakið okkar. Setjast aftur rúllinu eins og áðan. Örlítið. Við förum bara létt hérna niður. Þessa rúllan getur rúllað undan okkur. Bara rólega. Engin læti. Stutt, stutt, stutt. Hægt að halla líka öðru megin. Mjóbakið okkar, alltaf gott. Skipta vel yfir á milli hægri og vinstri. Halda svo að það eitthvað punktur sem er verri en annar. Þá geta halda aðeins að nutta. Maður finnur það alveg. Bara stutt hér og tökum aðeins í lokin. Fínum meira mjóbak. Færum okkur upp á baki. Setjum rúlluna rétt fyrir neðan herðablöðin okkar. Hvílum hendur hérna á höfuð. Við ætlum aðeins að teygja. Bara rólega. 3 til 5 sinnum. Látum okkur falla bara eins langt og líkaminn leyfir. Ekki þvinga, það er bannað. Bara rólega. Og einu sinni enn. Glæsilegt. Við þurfum að lyfta mjöðmánum upp og við ætlum að rúlla frá herðablöðunum en neðan við herðablöðun upp á hálsliðum. Bara rólega. Tökum gott rúll. Herðablöðin. Opna hérna vel olnbogana. Rúlla vel yfir herðablöðin okkar. Það má líka setja olnbogana lítið saman. Þess að fara lítið meira. Og þá má alltaf taka sér pásu. Þá tekur maður bara það, maður leggur niður mjöðmina, kemur svo aftur upp. Pína lítið viðbútt. Svo opnum við vel hérna út. Förum með hægri olnboga í áttina hægra hné. Tökum vel svona á milli. Einbyttum okkur meira að öðru herðablaðinu í einu. Og svo komum við miðin aftur og skiptum yfir hinum megin. Muna anda og slaka. Bara njóta. Engin læti. Engin læti. Svo rúllum við yfir allt svæði hér. Kreppum okkur saman, drögum svolítið vel. Hökuna niður í brjóstkassa og keyrum okkur vel hér yfir. Glæsilegt. Við ætlum að leggjast yfir á hægri hliðina. Setjum olnboga í gólf. Rúllan kemur cirka bát í handakrika en ekki alveg. Við erum aðeins fyrir neðan handakrikan. Leggjast á rúlluna. Olnboga í gólf, höfuðið hvílir í lófunum, fæturnir eru bara í þægilegri stöðu. Vinstri hendin kemur hérna fyrir framan. Það sem við erum að gera hér, við erum að rúlla á vöðva sem heitir latissimus dorsi og hann er oft mjög aumur. Þannig við ætlum að rúlla rólega svona fram og tilbaka. Og passið því að brjóstkassin ykkar fari upp í loftið, ekki bara snúa höfuði. Brjóstkassin fer og við leggjumst vel aftur í herðablaðið. Færi rúllum svo örlítið neðar, höldum áfram. Muna anda, þetta getur verið alveg heilungt svæði. Og svo færum við lítið neðar. Þetta gerum við líka 5, 6, 8 sinnum, finna bara svolítið sitt, finna sinn hraða. Og hversu oft, stundum eru stafi sem mann langar aðeins að vinna meira í heldur en öðrum. Þá bara gerum við það. Engin pressa, engin er eitthvað eftir manni. Við bara gerum þetta okkar hraða.
Glæsilegt, svo þurfum við að renna þessi yfir þetta svæði. Þá þurfum við að rúllina þessu upp og við þurfum að rugga okkur svolítið á þessu svæði sem við vorum að renna yfir. Glæsilegt, færum okkur svo yfir hinum megin. Nákvæmlega eins, olnbogi í gólf, höfuð hvílir í lófanum og við byrjum að rúlla okkur hér fram og tilbaka. Ef við erum með minni rúll en þetta, þá passa bara að rúlla sér svolítið vel undir og nær brjóstkassanum þannig við getum undið upp á bakið okkar. Annars dettum við bara af henni. Ok, það er hann aðeins niður. Bara róla. Glæsilegt, síðast mikið hér. Það rúllum fram og aftur, eða ruggum fram og aftur. Alltaf hvíla höfuðið. Við viljum ekki að þessi auka spenna hérna í hálsvöðum meðan við erum að gera þetta. Og svo slaka, svo þurfum við að rúlla yfir þetta svæði. Við lyftum okkur aðeins hérna upp og rúllum. Þess að lófinn vísir upp þegar við gerum þetta. Og slaka. Nú er bara einn stað eftir, smá kósí. Þá leggjast við með höfuðið á rúlluna og setjum rúlluna svolítið hérna þar sem hnakkabeinið okkar er. Bara létt. Passa á mjóbakið í gólfi. Slaka bara vel á, slaka vel. Hérna á höndum, öxlum og það sem við erum að gera, við erum bara að gera svona léttar svona neyhreyfingar og þrýsta vel niður í rúlluna. Bara rólega. Svo er ágætt að halda hérna öðru megin, gera járhreyfingu í leiðinni, svo aðeins bara gera svona netta litla hringi. Upp og niður. Og alveg hinum megin, bara rólega upp og niður eða litla hringi. Svo má koma hérna í miðjuna líka og gera járhreyfingu. Komast ekkert rosalega langt. Bara rólega upp og niður. Og smá nei. Og glæsilegt. Nú myndi ég vilja að þið sem tóku þátt myndi bara fjarlæga rúlluna, leggjast á gólfið, loka bara augunum, taka ykkur góðar 5-10 mínútur bara í slökun eftir svona. Því líkaminn, nú þarf hann aðeins að melta það sem við erum að gera. Þannig að ég myndi mæla með því, bara taka góðar 5-10 mínútur bara í góð slökun, loka bara augunum, slaka á, pæla neina öðru og svo bara erum við góð. En ég sé bara takk hérlega fyrir mig og ég vona að þið hafi haft gagn og gaman af.